Mjölnismennirnir Grjóthörðu Halldór Kristinn Harðarson og Þóroddur Ingvarsson. Strákar, það stutt í leik. Ég veit að liðið klárt, fullt af stuðningsmönnum klárt. Hvernig með ykkur, þið klárir? Við erum alltaf tilbúnir og við erum búin að vera að græja þetta svolítið lengi og erum að svona fínpúsa salin sem við erum að fá hérna og búin að vera að færa. Við verðum ekki í Sunnuhlíðinni, við verðum hérna. Það er búin að loka okkur því að við verðum í taekwondo-salnum og við verðum alveg klárið með grillið og allan pakkan. Þið eru komnir heim? Já, það er rétt, við erum komnir heim í Hamari núna. Við erum búin að vera að byrja náttúrulega í bílskotnum hana í Hálhlíðinni og fórum svo í setrið hana í Sunnuhlíðinni seinasta sumar. Þannig að þetta er svona þriðja eða fjóraða? Við vorum 2 ár líklega við vorum 2 ár líklega í hérna skúrnum og 1 ár í Sunnuhlíðinni. 1 ár í Sunnuhlíðinni, þannig að við erum komin heim núna. Eru búin að vera gera ykkur upp núna í síðustu daga, þannig að þið eru búin að æfa söngana og kannski laða textan eitthvað að nýjum mönnum? Já, við erum búin að semja einhver 12 ný lög og hérna konum með texta og svona og hérna erum svona stúdra hvernig lögin er að verða og Steinar og Óti, þeir eru nú að smíða lögin eins og og hérna þannig að við verðum klár með einhver lög og eitthvað fest inn. En verður ekki lagið fræga að deyja fyrir klúbbinn? Þetta er þjóðsöngun okkar hérna í þorpinu og verður það ekki í sumar? Jú, að sjálfsögðu, það mun aldrei deyja út, þannig að það verður sungið hálfstöðum í sumar. Strákar, þið voru að segja mér áðan, þið ætlaði að vera með eitthvað skrall hérna í kvöld í Hamri. Hvað stendur til? Skrall í kvöld? Já, ætlaði ekki að vera með einhver uppákomi hérna í kvöld? Pókerinn, hann er í kvöld. Nei, hann er það næsta föstudag. Næsta föstudag, 11. maí. Já. Já, það er 11. maí, já. Það er póker. Hann hvað var ekki 2000 inn? Jú. Byrja klukkan 8. Og svo, þetta er svona styrktakvöld fyrir okkur. Fyrir okkur. Og það eru vegleg verðlaun. Og það verður hérna skrokkur, heill skrokkur, nautaskrokkur frá Kjarnafræði. Og hérna, og síðan verður svona óvissuferð eða eitthvað, voru eitthvað að tala? Jú, þetta var vélsleðaferð eða eitthvað á Dalvík eða eitthvað þannig. Já. Sem við erum búin að redda okkur. En þetta verður samt svona í sumar með svona nokkuð hefðbundnum hætti. Það verður hist klukkutíma, 2 tíma fyrir leik og hérna söngvarnir æður og ekki allir velkomnir? Að sjálfsögðu allir velkomnir. Þetta er náttúrulega komið í Hamar núna. Þannig að það er kannski meira það gömlu kempurna mæti. Því að þeir eru oft hérna leið framhjá á leikina. Þannig við viljum endilega fá alla þessa gömlu og þannig að það getur verið að myndi fjölga svona fleiri þósurum og öðruvísi þósurum. Síðan er líka lykilatriði þegar menn eru komnir í setri og svona að fara á okkar stað. Þeir þurfa ekki að vera endilega að syngja, bara að fara á okkar stað. Ekki fara að fela sig út í horni og með hettun á sér út það verður að vera, það annars myndar stemningin sko. Við verðum að búa til svona meiri fjölskyldustemningu heldur en var kannski í fyrra. Þannig að þetta núna er allir klúbburinn komin inn í það. Þeir náttúrulega voru á allar vörum í fyrra sumar og toppuðu geggjaðu sumar bara með flottum á Laugardalsvelli. Þið nú að halda haus, það má ekki missa dappinn. Nei, alls ekki. Menn heldur kannski að við myndum missa haus eftir sensta sumar, sem var erfitt og strembið. En við ætlum að halda áfram og bara halda haus og gera ykkur alveg fullt í þetta. Þið ætluðu upp með liði í haust, ekki satt? Jú, og hérna, ég held að liðið sé alveg tilbúið til þess. Þótt við séum búin að missa 2 góða leikmenn, en við erum, fleiri, allavega þessar 2 sem að við höldum ekki upp á ég og Dóri, sko. Þú ert að tala um Atla og Gísla? Já, en við erum samt komið með Orra Hjaltalín og ég reikna alveg með að hann setji svona 12-15 mörk, annars er vonbrigði, sko. Sér er Kitty Grjóthörðu líka frá Dallas. Þannig að þetta eru svona tveir menn sem við höldum upp á í sumar. Þannig að þeir fá að heyra það? Að þeir fá að heyra það, þeir gerir ekki sitt, sko. Nei, ég meina í ákvæmum skilningi, sko. Já. Svona fallega söngu inn á völlin? Já, sjálfsögðu, og það verða einhver ný lög um þá.
Strákar, ég sé og heyra að þið eru klárir og það er ekkert að vanbúna annað en að bara öskar fyrir félagið og segja deyja fyrir klúbbinn. Já, það er rétt deyja fyrir klúbbinn. Já, við verðum að gera það sko. Strákar, takk fyrir. Já, Takk sem leiðis.